Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna aftur eftir sumarfrí með sjávarútveg spjall og gestur minn í kvöld í þessu sjávarútveg spjalli heitir Egill Þórðarson og er loftskeytamaður. Búinn að vera það til margra ára, ekki satt. Jú. Og hérna, en hvaðan ert þú, Egill? Fæddur og uppalinn? Ég er fæddur uppalinn í Ólafsvík og allt mitt fólk af nesinu. Já. Mikið að galdramönnum þetta? Nei, það var ekki mikið að galdramönnum. Nei, þetta voru bændursunn og sveitum og já og svona bara eins og þá var fátækja sjómenn. Já. Og hafa stundað sjósókn í aldaraðir þarna af Snæfellsnesinu. Voru þeir eitthvað sunnan við Malarifið? Nei, mitt fólk er lítið þar sko. Já. Lítið það reyndar langa afi minn. Bervíkinni og þar? Nei, ekkert í Bervíkinni. Nei. Það er Ólafsvík og frá Hellnum. Já, frá Hellnum. Já. En aðalega Ólafsvík sko. En það sem ég ætla nú að tala hérna við Egil er dálítið merkilegt. Það er í rauninni sjóslys sem hafa hent okkur Íslendinga og aðrar þjóðir líka, en ég vildi bara byrja á því að fá svona, hvar byrjaru til sjós, kynnustu sjómennsku? Það er nú bara í fjörunni heim í Ólafsvík sko. Já, fór með. Þannig að leiksvæðið eins hjá öllum strákum voru bryggjurnar og bátarnir og hingum alltaf borðið bátum. Og fjörurnar. Fjörurnar. Já. Og trillur sem voru á floti og við ýttum á floti og svona. Já. Og fekk maður að fara með sko. Já. Það er róðra og... Já, það er eins og bara gengur og gerist í þessum sko. Sjávarplássum. 9 ára byrjaði að fá að fara með á reknutum, þeir voru á reknutum mikið þessum sumrin sko. Já. Fóru út heimann svona kaffileitið og voru svona klukkutíma, 2 tíma frá Nesi. Já. Þannig að það var búið að leggja svona þegar menn voru búin að borða kvöldmatinn. Út í Kolluál þá væntanlega eða? Já, út ennþá í álnum þarna. Já. Utalega í álnum sko. Já. En þetta hefur, en svo lágu leiðir þínar annað? Já, svo hérna er ég nú að síld þarna með frenda mínum, föðubróðum mínum á Sigmunni Jakobssoni 66. Já. En þá hafði pabbi starfað á Lórastofunni Guðskólum í 3 ár. Já. Og ég kynntist nýjum heimi þar, þessum var rafeindaheimi. Fór þá að læra símvirkun, hjá símanum. Já. 66. Og var það því til 69 og leittist alltaf og langaði út að sjó og kom svo til sjós á Óðinn hausti 79 og var hérna Varskipið, var smyrjara þar. Já. Og fram í maí þá fór hann í slipp og þá var sagt upp og hérna þá fór ég heim og labbaði nú að bryggju þegar ég kom úr rútunni og þá heiti ég Jónstein Halldórsson og þá vantaði hann mann og var að fara kvöldið. Og ég hoppaði um borð og var þar sumarið. Já, Jónsteinn var einn af bræðurónum. Einn af þessum Halldórsbræðurónum, elstur. Þeir voru 4, var það ekki? Já, Kitty. Eða 4 eða 5? Nei, það var 2 systur og svo var Jónsteinn og svo Kitty og svo Leifur og Víkingur. Já, þeir voru 4. Já. Það var enda leikfélagi minn þegar ég var lítill, ára eldri. Einmitt. Og voru hörku miklir sjósóknarar alla sína tíð. Já. Gott að vera með Jónsteini. Já. En svo ferðu eitthvað á stærri skip? Já, svo fer ég til Akureyrar og er á radíóvestaði Símans á Akureyri. Já. 71 til 74. Og ég man ekki hvað það 72-3 sem að stellurna komu. Já, stóru færiðingarnir. Já.
og ég var settur í það að stilla út sendana í þeim og vinna í þeim þegar byrjuð og þá var ég alveg veikur sko. Ég var nettusíkjalingur og fekk leyfi Sigurður Þorkirssonar til þess að fara í Loftskeytaskólann og fekk að taka hann á einu vetri sem er venjulega 2 vetur og þar áði ekki að vinna á Radíóvesturinn hálfandaginn. Já. Þannig að þá hefur svona skapast grundvöldu fyrir því að verða loftskeytamaður á togara. Já. Þar var ég svo heppinn að ég var á Radíóvesturinn vann Dóri Amelíu söngvöldum, bróðir Halldórs Halldórssonar, sem var með Mæ. Já. Og þeir voru góði vinir hann og Svavar Bendisson, hafringar. Svavar vantaði akkurat loftskeytamann hann að voru þegar ég var búið með skólan. Þannig að og það er apríl. Það er Guðsteinn. Guðsteinn. Já, sem síðan varð Akureyrin. Já. Og það er svolítið skemmtileg tilvílun sko. Steini Villa náttúrulega tekur hana sko. Já. Þegar ég er í skólanum, búin að vera 3 mánuði í skólanum, þá fæ ég pláss á Sólbakk. Já. Og strákurinn hans Vilhelm Þorsteinssonar átti að fara með hann fyrir Sigga Jó í jólatúrin. Já. Og það var Steini Villa, þannig að hann er minn fyrsti skipstjóri. Já. Og ég er hans fyrsti loftskeytamaður. Já. Fórstu rétt með kótatölurnar. Já. Ég hitti Steina í fyrsta skipti núna fyrir nokkrum mánuðum. Já. Og hann átti mig hvert beinmaður og hann rækti fyrir mig hvern einasta dag í þessum túr. Þannig við munaði þetta allt saman. Hann mundi þetta allt saman. Já. En hérna, og þú varst eitthvað á togurum sem hétt? Nei, ég var 2 ár sko. Ég var með Svavari og svo var ég með honum Herði á hérna Jóni Dan sem hafði verið ver. Já, og hafði verið hjá Gæslunni. Já, hafði verið Gæslunni, kom beint úr Gæslunni til Samherja, gamla Samherja sem voru grindvíkingarnir og örgjörnmeirar. Og hérna störtum honum áramótin 77, eftir áramótin 77. Já. En það stóð alltaf til að ég færi sko, kona minn japansk, og ég færi til, ég myndi búi í Japan. Þannig að ég var að leitast eftir plássi sko á Norrlanda útgerðunum og fekk hjá Mersk vorið 77. Já, bara fraktinni. Já, á súputankara. Já. Sem láti lakkirast niður í Persaflóa í 6 mánuði. Já. 11 kallar borð. Það var eitthvað döguleg vist. Það hefur nú verið dálítið skrítið að vera 11 mánuði. Nei, ég voru ekki 11, það var 6 mánuði. 6 mánuði? 6 mánuði, 11 kallar. Já. Við vorum átt svona skrítnir, sko. Já, var það ekki? Jó. Það hefur verið svona erfitt að venjast í. Já, þetta vandist nú, sko. Já. Þetta vandist nú. Já. Svo var ég hjá Mersk, það var mjög góðu tími. Og mjög lærdómsríkur. Að vera hjá Mersk. Já, þar sá maður hvernig á að reka fyrirtæki sko. Já. Það var mjög góð regla á öllu, maður fekk allt sem maður þurfti, lá allt á borðinu, það var alveg klárt hverju maður átt að skila í vinnunni. Já. Starfinu borði skipunum var jafna niður á alla mannskapin. Allt svona eftir röð og reglu. Já. Sama brúin í öllum skipunum. Já. Sama fyrirkomulag, alls þar. En hvað var Mersk stórt fyrirtæki? Þá voru þið með 150 skip. 150 fraktara? Já, oljuflutningaskip, gamla stykkjörnsbáta, bölkara, súputankara, prótutankara. Þú verður eiginlega að útskýra þetta betur. Hvert skip flutti? Já, súputankara þá voru svona 200-300 tonna risaolíuskip. Já. Það sem við kallum prótutankara, það voru skip sem að fluttu ýmist bensín, dísilolju og alls konar efnavörur. Já. Og svo voru með gastankara líka sem ég var á, sem fluttu VCM, víniklóri mónómer. Og hvernig var að vera á gastankara?
tankar? Það var svolítið sérstakt sko. Fóruð þið mikið út að reykja? Nei, það var ekki út að reykja. Það var ekki út og við vorum myndir á það sko, það var stór tankur á dekkinu og dekki var rauðmálað og hann var alltaf kallaði Duðins pulsu. Já. Og skipstjórinn sagði við okkur, við sko sigldum hann frá Mississippi-fljótinu til Kóri og Tævan. Og þegar við vorum að fara nefn Mississippi-fljótið þá var hann alltaf svo stressaður að fá navigational warnings frá Kúbu. Því að fyrir vestan San Antonio sem vesturoddi Kúbu, þar var skotæfingarsvæði og Castro. Það veitir sko fá að vita hvort þið verður skjótið ekki því að þá fær hann dýbra af. Já, fjær. Já, því að hann sagði ef við fáum skot í belginn, þá springur henni loft upp og það brennur all líf í kílómetraradjús. Kílómetraradjús? Já. Og við hittum ekki að hafa áhyggjur öryggismálum. Nei. Það listist við einn augnablik. Nei. En þetta var mjög gott að vera borð, það var allt í fínulega. En öryggismálu voru náttúrulega mjög ströng sko. Já, það lítur að vera. Mjög ströng sko. En þetta hefur verið ákveðin svona upplifilsi að verða vitna þess og sjá hvernig þetta gekk fyrir sig og svo leiðis. Já, mikil ósköp. Já. Nú heita allir þessi dallar no smoking. Það var svo olíuskip. Já, þeir sem koma í Hafnarfjarðarhöfn allavega, þeir heita allir no smoking. Stendur framan á brúnni. Það stendur framan á brúnni, já. Sko það mátti hvorki reykja og það mátti ekki nota nein járnverkfæri fram á dekki. Nei. Bara út af hræðslu við neistaflug. Já, það var alltaf verið góð málmi. Já. Já, hræðsla. Já, bara öryggi. Það er bara hann okkur eða sko. Já. Já, þetta er mjög alvarlegt mál og í gasskipunum var náttúrulega mjög alvarlegt mál með gas líka sko þegar að tankarnir voru tómir. Já. Lentum í því að skipstjórinn okkar alltaf henni kallaður í sjórétt og bara í norsk skip sem hann lá hjá okkur niður í Pessalóa. Já. Þá hafði farið maður niður í tank sko, ekki komið aftur. Já. Og það fór annar niður og hann kom ekki aftur. Og það fór þriði niður og hann kom ekki aftur og þá voru búinu með tækin. Sem sagt, öndrunartækin sko. Já. Þeir hafa sem sagt þurft að vera með súrefnisgrímur til að geta farið. Með súrefni, bara með loft. Eins og kafari. Já, bara hreinlega. Og hann þetta farið gegnum mannop og taka af sér tækin og það hefur eitthvað klikkað hjá honum og hinir sem að voru að fara á eftir honum gerðu þetta líka og þeir sem sagt dóu allir. Og þeir dóu allir? Já. Þetta þarf svakalegan aga á þessum skipum. Já. Og fagkunnáttu. Og kunnáttu og vita hvað þeir eru að gera. Já. Maður kynntist þannig allt öðrum vinnubröðum, allt öðrum hugsunahættu heldur maður hafði. Já, séð. Séð, já. Já. En ég ætlaði nú að ræða við þig hérna sjóslys. Já. Og við höfum náttúrulega þú hefur frá ýmsu að segja sem þekkir sögu þessa og hefur haldið erindi og fræðslufundi og erindi þessi mál. Já, það er nú eiginlega sér að Þorvaldi Karli Helgasyni að þakka sko. Hann var að lista af í Hafnarfjarðarkirkju og sá skjöldin eftir halaverið Fíldmannsjár Róbertsson sem öll áhöfnin og hann gró upp heimilisfesti og fjölskyldahægi allara mannana. Allara sem fórust með Fíldmannsjár Róbertsson 1925. En hvaða skip var það? Það var skip sem Helgisbræður sem að Tryggvi Ófusson lærði hana hjá, gerðu út frá Hafnarfirði. Já. Þeir gerðu út þarna minnstakosti 4 togara og voru með vinnslu í Hafnarfirði, saltfiskvinnslu í Hafnarfirði. Já. Og þetta var nú skelfileg tími hjá þeim vegna þess að þeir fyrir áramótin þá mistuðu þeir kólaflutningaskip sem heita Ræting á Söndunum. Mennirnir björguðust nú. Og svo mistuðu togara við Þorlákshöfn. Og fór
þetta skip, kólaskip á fjörunum fyrir austanland. Fyrir austanland, já. Já, hvar þá í Suðursveitinni Ég eða? veit ekki, ég gró nú ekkert uppi því, ég var að spyrja Steinar Jóða því hvar hann fór. Já, en svo mistu þeir togara við Þorlákshöfn. Við Þorlákshöfn og þar var mannskapnum bjargað á mjög erfið björgunni, það tókst. Já. Þetta fyrir jólin. Já. Og svo skellur Halaveira á 7. febrúar. Já. Og þá fer Róbertsson og Leifur Hefni. Já, tveir. En þeir átt ekki báða? Nei, ég held að Kveldurur hafi átt Leifur Hefna. Já, en Tryggvi Ófeigsson? Hann hefur þá trúlega verið á Imperialist, sko. Já, skipstjóri sjálfur. Já, trúlega komin á hann á þeim tíma hjá Heljas. Já. En hann kemur ekkert við sögu, sko, Halaveðsins. Ég veit ekki hvað hann var niður komin. Nei, var hann ekki hættur þá bara? Nei, hann fyrir ekki til að stríðsónum. Já. En þetta eru náttúrulega, sko, halaveðrið og svo aftur Nýfundnalandsveðrið. Þetta eru rosalegar blóðtökur sem eiga sér stað. Já. Og það má segja að hafið hefur gefið en hafið hefur líka tekið. Já. Helviti mikið. Já. Og það er svolítið mikið líkindi með þessum tveim veðrum. Þau gerast bæði frá 7. til 9. febrúar, frá laugardegi til mánudags. Það er sömu mánudagar og sömu vikudagar. En hvað munar á árum? Það er 25 og 59. Já. 24 ár. Já, 28 ár. Og svo eru menn nýbyrjar á slóðinni. Menn byrja ekki að toga halana fyrir 24. Já. Þannig að þetta er nýtt fyrir þá að vera þarna vetri til. Já. En voru þeir eitthvað búin að vera þarna yfir sumarið eða? Já, eitthvað. Það fer nú, ég er nú ekki með það nákvæmlega, sko. En halin er ekki orðin mið sem að menn sækja á fyrir 24. Já, að einu gagni. Einhverjir hafa kannski pröfað eitthvað. Eitthvað kannski, þetta er náttúrulega langt úti, sko. Já. Nú, það er dagurinn, það er veðri og já, svo veðri mjög svipa, sko. Einar Sveinbjörnsson, hann telur að Halaveðslæðin, hún hafi farið upp með Vesturgrænland og komið yfir jökulinn. Og eru búin að taka í sig kalt og þurrt loft og snar dýfka svo þegar hún kemur yfir sjóin. Kemur aftur yfir hafið. Já. Út á hafið, af jöklinum. Grænlandsjökli. Já. Og sama með Nýfundnalandslæðina, hún myndast á St. Lawrence-flóanum og fer yfir Nýfundnaland og það var 20-25 stiga frost. Já. Og kemur svo út yfir sjóin. Og snardýfkar, þeir höfðu náttúrulega betri upplýsingur hana en ekki nægilegur. Nei. Já, þeir höfðu veðurupplýsingar þá, sko. Já, en hún hefur náttúrulega verið yfir byggðu landi. Já, hún dýfkar. Hún dýfkar 65 millibur á 18 tímum. Nýfundnalandslæðin. Það er rosalega mikið. Það er rosalega mikið. Hún er 1000 millibur miðnætti þegar hún myndast á St. Lawrence-flóanum. Já. Og er komið niður í 935 millibur þegar að klukkan 6 þegar að veðri skellar á tógarana. Já. Þá er hún komin aðeins yfir á, sko. Svo við byrjum nú á Nýfundnalandsveðrinu. Það er fyrr. Nýfundnalandsveðrið er 59. Já, Halaveðri er fyrir, sko, 25. Halaveðri er 25. En hvað voru margir sem fórust í Halaveðrinu? Í Halaveðrinu voru 65 á þessum tveimur tórum. Sem fórust? Já, það voru 75 manns í allt. Já. Svo var bátur Sandgerði sem var frá Ísafirði sem var gerð út frá Sandgerði, hann fórst við Straumnesi með 6 mönnum. Já. Svo var einn maður á Gullfossi sem var að laga eitthvað til fram á dekki þegar voru við Suðurlandið. Já. Í sko vestanstrengnum á leiðinni. Já. Skipið upp brot á sig og hann lendi með höfuð og lestarlúgu og hann dó borð. Já. Svo voru 2 börn sem urðu úti vestur á Flesjustöðum á Kolbeinsstaðarhreppi.
Já, og 3 manneski sem eru úti norður í Húnavatnssýslu. já, þetta hefur verið gríðaleg blóðtaka. Þetta veður var skelfileg blóðtaka. 1925. 1925, já. En við kannski seinni tíma fólk erum ekki mikið að hugsa þessi atvik. Sko, maður átta sig ekki alveg á aðstöðinu, sko. Veðurstofan var komin 1920 Já, og 1925 voru 4 á veðurstofunni. Það var hérna hann var ekki veðurfræðingur, hann var eðlisfræðingur. já, Og einn loftskeytamaður og aðstofamaður og aðstofastúlka. Og það var send út veðurspá, hann var farin að gera veðurspá fyrir allt landið og miðin, allt saman. já, í einu lagi eða? Já, einu lagi. Já, Ekkert skipt í svæði eða neitt. Nei, Og hann hafði engar upplýsingar af vestan. nei. Hann hafði bara upplýsingar innanlands og loftskeytamann var að veiða úr loftinu þar sem að skip voru að senda veðurskeyti. Já, frá þá vantarlega þess vegna fyrir Austanland eða Já, bara hafinu hingað og þangað, sko. Já, Það sem hann náði, sko. Þannig að hann vissi af læðinni en gerir sér enga grein fyrir því hvað hann er afdreifarík, sko. Hann er djúp. Nei. En þetta hefur verið rosaleg blóðtaka. Alveg svakaleg og sko þarna eru 16 skip. Já, Og sko þeir hífa nú misfljótt, sko, eins og alltaf er. En þeir verða allir fyrir áhöllum. Þeir verða allir að halda uppi, þeir geta ekki ferðast, það er ekki ferðaveður. nei, Og þeir verða allir fyrir áhöllum og þeir reka allir meiri að minna, flatreka. flatreka. Já. En hvað, Vélavanna og allslausir. og voru þeir sumir þannig að dautt á alvel hjá þeim? Já. Og lýsingarnir eru alveg skelfilega, sko, sjór í vélarúminu sumu supu á með skorstörunum og drápu í fýrnum. Já. Og sko, menn þurft að fara niður sko í vélarúm til þess að lempa til kólum og fiski og reyna að rétta þá. Rétta skipin við. Já. Og maður er með lýsingar af því, sko, að þeir koma niður og það er heitur eða volgur sjór í vélarúminu upp í mitti. Já. Og þeir þurfa að fikra sig áfram í svarta myrkri meðfram katlinum og fram á fýrpláss og þaðan og fram í kanalinn á milli kólabóksana. Já. Og þaðan og fram í lest og allt í svarta myrkri og skipið á hliðinni. Já. Og svona voru þeir, sko, meiri eða minni 2 sólrænga. Já, það hefur verið ískikilegt ástand. Ískikilegt ástand, alveg smakalegt. Og það er ekki verið skrítið þó einhverjir hefðu bara hreinlega klikkast við þetta. Við getum bara ímyndu okkur það. Já. Það fer ekki sögum af því, menn er ekki að tala svoleiðis. Nei. En það er, hann Hilmar sem var loftskeytamaður á Agli Skallagri sinni, hann er nú að byrja þarna kotningu 19 ára gamall, sko. Það stóð slasast hjá þeim maður. Já. Og þá var loftskeytamennir látið sjá apóteki, sko, þegar þau voru hreinir á höndunum. Já. Eða tiltölulega hreinir. Tiltölulega hreinir, skulle segja. Já. Og þeir dröslunum upp í brú og það er náttúrulega ekkert hægt að vera með hann og svo enda með þeir dröslunum niður í káetu og þeir verða bindan í kógina. Já, svo hann bara tóldi þar. Og svo í einu álaginu áfallinu þá brotnar loftvendill og sjórin fossan í káetu og hann er druknar í kóginu. Já, bundin stór slasaði maður og skipa á hliðinni. Já. Þetta er svona bara dæmi ástand. Já, en hugsaðu þér að hafa verið við þessar aðstæður. Það hefur verið gríðalegt alveg bara álag. Já, allir þessi menn. Sko, hann er 500 manns þarna sem er að berjast fyrir lífi sínu í 2 sólóringa. Já. Og
Áhafnir á 16 skipum. Áhafnir á 16 skipum. Og 65 farast, sko. Já, og þá náttúrulega ekkjur með fullt hús af börnum og fleiri börn, föðurlaus og... Já, allt Vesturland hér, sko, þessi menn voru ekki bara Reykjavík og Hafnarfirði, sko. Nei. Þetta var hérna öllu Vesturlandi, sko. Já. Og við stórum sveitum og allstað, sko. Og það er ekkert skrítið þó að hafa alltaf verið talað halaveri sem eitthvað sem er miða við. Það hefur ekkert svona svakalegt veður komið síðan. Nei, sennilega ekki. Ekki svona afdrifafríkt, sko. Nei. Ég man samt einu sinni eftir því að það kom veður við Garðskagann 92 frekar en 3. Já. Og þá kom svona eins og hendi veifað. Já. Og þeir sáu þetta ekki á mynd kortinu hjá sér, sko. Nei. Að væri að koma svona að verða til lægð eiginlega bara fyrirvaralaust. Út á Reykjanesinu bara. Já, út á Skerjum. Já, út á Skerjum. Við vorum á leiðinni bara allir bátar í Sandgerði voru á leiðinni á miðinn og voru að draga og... Já, þeir voru leiðin út, já. Já, við vorum á leiðin út bara í fínasta veðri. Já. Það var þungur sjór, svona suðvestan sjór. Já, búið að vera einhver... Já, búið að vera einhver bræla, sko. Suðvestan kvika. Já. En svo er hann dottinn alveg niður í lokn. Já. Og svo bara koma bara skilaboð frá 2 skipstjórum. Óskari Þórhallssyni sem var skipstjóri á Arney. Já. Og Ölveri Skúlasyni sem var skipstjóri á Geirfuglunum og þeir voru komnir út á Sker. Já. Og þeir sögðu, hyrðu bara drífið ykkur í land, það eru komin 12 vindstig af suðvestan stormi og bátarnir komust flestir í land. Já. En þó fórust 2 við Garðskagann, 2 bátar frá Akranesi. Þetta 92? Já, 92 frekar en 3. Já. Og þetta var bara kom svona upp úr þurri eins og maður segir. Já. Og ég held að þetta hafi ekki komið svona veður síðan. Nei. Þarna er einhver aðstæður sem það snardýfkalega. Já, það var eitthvað svoleiðis sem átti sér stað. Já. Og þetta kom bara eins og hendi veifað. Þetta var veifað, já. Menn gátu alla staðið á bryggjunni þegar maður komið í land. Já. Bara út af roki. Já. Það var bara 12, 13, 14 vindstig eða eitthvað, sko. Það var svo... Og þá vorum við að tala vindstig, sko, ekki metra á sekúndu. Já, við erum þar, sko. Já, við erum þar. Við erum þar. En þetta svona... hefur komið fyrir. Já. En þetta halaveður var alveg svakalegt. Sérstaklega það voru alltaf símalínu fyrir vestan, Vestfirðin voru sambandslausir. Já. Þess vegna þurfti að senda Seseri og Fullu vestur, sko. Já. Seseri og fór alla firðina. Svo náði ég leiðabókinu og Fullu. Þá kemur nú ljós, sko, að hún fer bara vestur í jöklu. Býtu aðeins, Fulla, hvað var það? Fulla? Já. Það var danska varskipið. Danska varskipið. Sem var varskipið. Sem var hérna við land þegar þetta á sér stað. Já, það er að koma í veðrunu. Það lendir í vestastrengnum á leiðinu frá Færeyjum til Íslands. Það lendur kallandin í skítaveðri alla leiðina frá Danmörku. Já. Og sko, þeir voru 3 vikur að leita. En þá erum við náttúrulega ekkert með neitt varskip hér. Þá er þetta... 25, jú, þá eigum við Ægi og Óðinn. Já, litlu. Nei, það voru eins og litlu tógar, það voru 300 Nei, við eigum Óðinn fyrsta. Hann var svona eins og tógar á þeim tíma. Hann var þýsku tógari. Já. En var ekki svo bara María Júlía á þessum árum? Það er mikið seinna. Hún er byggð 50. Já, hún er ekki byggð fyrir en 50. Hún er byggð 50, sko. Þeir eru ekkert nefndir, íslensku varskipin eru ekkert nefnd í sambandi við leitina
í halaverinu. Nei, en það fór fram töluveri leit. Þetta meiri leit heldur en 7 stundar leitin. Hún stóði 3 vikur. Já. Þetta halaver. Þeir fóru fyrst 2, Fulla og Cesario frá Heliers þarna, og svo haldinn fundur í Reykjavík. Og þá voru þetta sem sagt herskip frá danska hernum. Danska hernum. Ja. Og þau eru að leita. Þeir voru að leita, hann að leita þarna, þetta eru 3 meginleitir. Já. Og þegar þeir eru þessari leit, þá haldinn fundur í Reykjavík, útgerðarmenn og stóraskipstjórar, og Magnús Flinki, hann kallaði Magnús Flinki, hann var kennari stýrimannsskólanum. Já. Hann skipulagði leit suðvesturundan. Já, já. Frá svona nokkurn negin Reykjanesi og alveg bara vestur á 27-8. Já, alveg. Já. Og svo bara Brjálarík. Já, og svo söðu bara á 60-30 eða 60-29. Já, já. Það var svona diagonal kassi sem leituð. Það voru 18 skip sem leituðu þarna í viku. Já, já, já. Að hálfur tóraflótum. Já, og allur að leita. Allir að leita. Og þegar þetta var búið, þá var Fulla send með Cesario og öðrum Heliastóra og 2 Íslendingum vestur með landi, allari norra Hornbanka, þaðan vestur á Hala, og svo líklega með ísbrúnum, ég sýnist það á posisjónum og leiðabókinni hjá Fullu. Og suður var þá ísbreiða yfir. Trúlega hefur verið ísbreiður. Mér sýnist það svona á siglingunni. Það hefur verið ísbreiður. Og þá hafi það náð þess vegna út á Hala. Já, það var ís yfir Halan. Það var ís komin yfir Hala. Það komin ís yfir Halan þegar þeir eru að leita. Já, já. Og þeir fara alveg suður á 62 og 27 eitthvað svo leys. Já, já. Og svo langt suður. Já, langt suður. Þeir eru næri viku þessa leiðangri, sko. Já, já, já. Þannig þetta voru alveg svakalega leitir, og það bara allt gert sem hægt að gera í landinu, sko. Já, til að reyna að finna eitthvað af. Já, þeir voru að vonast til þess að hann væri á floti, og það var það sem hann kvaldi þá. Að þeir væri á fljótandi, sko, hjálpa á vana, stýrislausir, vélavana. Já, skipið. Skipin, já. Menn þetta væri bara að veslast upp, sko. Já, já. Þetta var halaveðri, sko. En svo eru það Nýfundnalandsveðrið. Svo var Nýfundnalandsveðrið, sko. Það eru alveg skelfilegir dagar þarna, sko, frá 30. janúar 1959 til 18. febrúar. Þá farast 6 skip hérna norður Atlantshafi. Já, já. Og það byrjaði með glæsuskipinu, Grænlandsfarinu nýja í Jómfrúferð, Hans Heitoft. Já. Hvað var það stórt skip? Það var, ég ekki alveg með það, svona 4.000 tonn, eitthvað. 4.000? Já. Það hefur verið það stórt. Já, þetta var svona myndald skip. Já, já, já. Þetta var farþega Þetta byggðu Danir fyrir Grænlandssiglingar. Sér byggt fyrir Grænlandssiglingar til að rjúfa vetrar einangrun Grænlands. Grænland. Já. Og þá var þetta byggt sem í rauninni ísbrjótur í leiðinni til að geta komist í gegnum ísin. Já, hann var með svoleið stefni, sko. Já. Og svo var hann með hólf, hann var með tvöfaldan byrðing. Já. Með tvöfaldan byrðing, sko. Og það voru mjög skiptaskoðanir í Danmörkum. En hvað voru margir borð í því skipi? Það voru 95, það voru 40 áhöfn og 55 farþegar. Já, já. Og sko... Og þeir druknuðu allir? Allir. Hvar var allt, sko. Og hann þurfti að fara inn í Júlíanuhopp. Já. Og tekur þar öll forn skjöl frá 1780, öllu verslunarskjöl, kirkjubækur og allt
sem átt að varðveita í Danmörku. Já, já. 3,5 tonn Já. á skjölum. Og svo farþega náttúrulega. Og það fer. Og þeir eru að fara frá Grænlandi til. Þeir eru að fara frá Grænlandi til Danmörkur. Til Danmörkur. Tilbaka. Og sko, þeir sem að voru á tórun hana, þeir tala alltaf ísinn í Júlíanihóp-buktunni. Já, já. Það íshröngl sem er hérna endalaust að skólasatna fram og tilbaka. Já. Og þeir sem eru vanir að sigla, þeir fara ekki fyrir hvarf. Nei. Hvarf er á 60 norður. Já. Þeir fara ekki nær en á 59, helst svona 58-30. Já, nógu langt frá. Já, bara 100, 120, 130, 40 mílur frá hvarfinu. Já. En þegar hann kemur út frá Júlíanhóp, þá er ís fyrir utan en læna með landinu. Og hann fer hana. Og hann er séð það í leiðabókum hjá honum. Já, ég á ágætisgögn. Ég hef ekki náð leiðabókinu frá honum, en náttúrulega með honum. Nei. En hérna, ég komist í mjög góð bæði þýsk og dönsk gögn og gegn kunningja mína í Danmörku, sko. Já. Og hann sendi tvissun position og veður. Það er að segja staðsetningu. Já, staðsetningu, já, fyrir ekki. Já. Og hérna, þannig það er nokkurn veginn vita hvaða leiða fór, sko. Og hann sendir klukkan 3 nóttina. Hann fer kvöldi 29. klukkan 3 nóttina, þá sendir hann veður. Þá var hægur sunnan, suðaustan og 10 míla skygni og góðar aðstæður. Já. Svo sendir hann veður klukkan 9. Þá er komin norðnorvestan, já, 6-7 stig og skygni er 1 míla. Já. Og hann nefnir ísröngl þá. Já. Og svo klukkan 11 þá sendir hann svona rapport ísinn og segir sko það eru skosser og stórís. Það sem danirnir kalla skosser, það er svo að við kallum klaka. Það er gamall ís. Já, svona kurlaður eða... Nei, helvítis klakarnir, sko, já, þú kannski ekki verið á halanum, sko. Þeir fljóta rétt í sjóskorpunni. Já. Þeir eru alveg glærir og þeir eru búin að losa sig við saltið og eru grjótharðir. Já. Og svo forvasket stórísaðan. Já. Gamall lagnaðarís. Já, þá ertu bara að tala eins og Titanic kerið á. Já, það var borgarísviki. Já. Það er ekki borgarís hann. Nei. En hann hefur svo klukkan 13:59, þá kallar hann eðakallið. Og þá hefur hann lent á ísjaka. Og svo kemur ljós, sko, að hann hefur rifnað, það voru 2 vélarrúm í honum. Já. Og það er sjór í báðum vélarrúm. Já. Og hann er 4 tíma að sökkva. Hann er 4 tíma að sökkva. Já. Það hefur verið kvöl hjá fólkinu maður. Góður, sko. Og hérna, þeir náðu neðakallinu, sko, bæði Prins Kristjánsson radio sem var bara 20 mílur norður af honum. Já. Og Júlíanihóp. Og svo veðurskip Bravo sem að hét á bandarískip sem heit Castle Rock. Hann er sko vestur á 51, 50 og 56-30 og hann er undan Labrador. Já, hann er það vestarlega. Já, vestarlega. Hann er sko 400 mílur frá honum, sko. Já. Og svo Poseidon, hann er suður á honum, beint suður á honum. Þá eru komin þarna 59 komin veðurathugunarskip. Já. Þá er þetta veðurathugunarskipa kerfi komið. Já. Lima og India og Alfan og Bravo og Charlie. Já. En Poseidon, þýska eftirlitsskipið, hann er þarna suður á honum, 240 mílur suður á honum. Og þeir náðu þessu. Og ég veit ekki hvernig stóð á því að Jóhannes Kruss, þýsku tógari, hann er búin að vera þarna sunnarlega á Austur-Grænlandi, trúlega á hérna Kap Vallu og þessu sem að höfðan og þarna. Já. Hann er búin að gefast upp út af veðrið og ís og er að paufast út úr ísnum. Já. Búin að fá leyfi til að fara yfir á Labrador. Já.
og Poseidon getur komið skilabóð til hans hans Eithótt og hann ekki 17 mílur frá honum. Já. Og eftir posisjónunum sko, þá hann í svona norðvestur frá Jóhannes Kruss. Já. Og svona 330 gráður sko. Hann hefði ekki átt að vera nema kannski 2 tíma. 2 tíma að keyra á honum. Já. Ef hann hefði geta keyrt eitthvað á fullri færð. Svo bara komið villst veður. Já, svo komið brjála veður. Þá komið brjála veður og ís og þeir eru í ís sko, en þeir eru semst að keyra 10 mílur og hann með 2 menn á bakkan á útkík. Já, til að segja sér til. Já, hugsaði hvernig hefur verið hjá þeim. Já. En svo nær hann að miða hans Eithótt og þá miðar hann í 227 gráður, suðvestur. Já. Og hann nær 2 eða 3 miðunum þannig á hann. Þannig hann fyrir aldrei fram hjá honum, en hann finnur hann aldrei. En hann finnur hann aldrei. Nei. En hefur þetta verið einhver mistök þá hjá þeim? Hann finnur hann ekki? Já. Þetta mjög svipar aðstöður þegar Júpíter var að reyna að finna elliða á flákanum, 62. Já. Það var eiginlega bara að grísa hann rambaði á hann. Þó hann væri að miðan. Já. Í myrkri og bíl. Já. En þetta eru náttúrulega mörg svona atvik sem að hafa komið upp í gegnum tíðina þar sem að hefur ekki tekist og þetta voru náttúrulega ekki þannig græjur í þessa daga að það væri jafn gott. Nei, nú sér sko með það sem í dag og síðustu ár. Þú sér það sko, þessi menn eru báður að leðringi. Já. Ég hef ekkert getað fengið það hafi verið með lóran, hvoru þeirra. Þjóðverðin örugglega ekki, þeir eru örugglega ekki fengið að vera með lóran. Það voru alls konar hömlur á þjóðverðum hann eftir stríðið. Já, þeim hafi verið bannað að vera með lóran. Já. Og ég veit ekki hvernig stendur á því að sko hann var ekki á 500 á Mossi, hann var bara á tali á 2. Ég veit ekki hvernig stendur á því. En hann gat lesið Danan, því að hann var á neyðarsendurinn sem var bara á Mossi. Já. Hann gat lesið hann, það var engin vandræði. En þarna heyrist í honum. Þeir eru stöðugt í sambandi. Þarna talstöðar samband hvað maður að segja, 400 mílur. Já, sko, þetta ekkert langt á milli þeirra, 17 mílur á milli þeirra og það eru 20 mílur í Prins Kristjánsson radio. Þessi 3 eru í sambandi allan tíman. Já. En það náttúrulega blindbílur. Já. En þarna fórust bara 95 manns. Á einu bretti. Konur og börn og áhöfnin áhöfnin, já, og fyrirmenn í Grænlandi og þingmenn og stöðvastjórun og Prins Kristjánsson radio og sonur hans voru borð sko. Já. Og félagar hans voru að sjá fjarskiptin. Já. Þannig að það er alls konar harmleikir hann. En íslensku skipin, þau sem farast þarna sem eru á Nýfundalandi? Á Nýfundalandi. Já, sko, þá komum við til 7. Þetta var 30. janúar. Þá komum við að 7. februar. 7. februar. Já. Þeir eru á Rítubankanum og Rítubankunum er viku seinna. Já. Og sko, það er leitað að Hans Eithótt. Já. Það er leitað að Hans Eithótt alveg til 7. februar. Já, í heila viku. Og það eru flognir 364 flugtímar sem er alveg svakalegt sko. Og það er á hvers slags flugvélum var það? Það eru Neptun P2 kafbátaleitavélar. Það voru Lancaster gamlar sprengjuvélar. Var þetta kanadísk stjórnvöld sem gerðu þetta eða bandarísk? Það er svolítið málum blanda hver stjórnaði. Danirnir voru nú að reyna að halda utanum þetta frá Danmörku. Já. En svona arfur frá stríðsárunum þá var þetta nú svona amerískt, bandarískt áhrifasvæði. Svona sem að hefur ráðið. Já. Mestu. Já. En þeir, Kanadamenninni flugu frá Torbay, það var kanadísku flugurinn. Já.
svo flugu Bandaríkjamenn frá Argensia, þannig að sunna við St. John's og frá Gander og Goose Bay og á Labrador. Og það var allt gert og það var fleiri skip sem leituðu líka sko. En það fannst ekki tangur að þetta. Nei. En svo komum við til 7. febrúar og það eru þarna það eru 11 íslenski tórar. Ég held að Gerpir hafi verið kominn, hann á leiðin út og hann lendir í leitinni að hans Eidótt. Fær svo á sig brot á leiðinni, verið fyrir stór áfalli, það rifna burtu dýftamælir og ratari rifnað upp og brotnuðu gluggarnir í brúnni en Björn Ólafsson hann og vélstjórinn þeir gátu komið ratarnum og dýftamælum í gang og svo hann neldu spýtu fyrir gluggana og þeir kláruðu túrinn en svo voru 10 aðri tórar þarna og þeir segja bara klukkan 6 þá bara skellur hann á alveg eins og þú varst að lýsa svo hendi sér veifað bara kolvitlaust veður alveg snarvitlaust og þeir hafa allir uppi og gera sjóklárt og sumir gátu sett veðarfæri niður og aðrir ekki og allavega og þeir mæta allir á kótatímanu klukkan 7:30 kvöldið og allt í lagi svo slóaður upp í veðrið og þeir mæta allir klukkan 11:30 kvöldið og það er náttúrulega best að fá sjálfa til að lýsa þessu sko en svo byrja náttúrulega íspartingurinn þegar kemur fram á nótinu og menn átt að segja á þessu hvað þetta er rosalega alvarlegt svo slitna niður loftnet og alls konar allt þetta vesinn sko og menn er að húka upp og voru ekki menn að höggva af sér björgunabátana það var náttúrulega mánin sko, það var ekki mánin það áttu komið fram á sunnudaginn sko það var ekki máni á Marsinn, það er alveg sér kapitúli sko en á sundarsmóttunum klukkan 7:30 þá mætir Júlí ekki það er í svolítið sem ekkert skrítið því að eins og voru að segja sko það er að slitna á loftnet og alls konar vissin en það heyrist ekkert meira í honum og hefur aldrei heyrst síðan nei svo sko kemur frá mánudaginn þá hefur verið að ganga niður og en sko það var aldrei almennilegt veður nei það bara þetta aftakaveður gekk niður en það var skýta bræla sjálfsagt stór sjór sko og skipið náttúrulega ísuð og í meira og minna öll í lamassessi meira að minna en klukkan 4 í eftirmiddaginn þá lætur á segi Benni Ögmur sko ég verð ekki lengur í þessum anskotans kirkjugarði hann er með 100 tonn Benni Ögmurs á Júní pappan Svavars og hann lætur Olgeir Róskjaldmann senda skeyti til bæjarúðgerðar nema þessi á heimleið og þá voru þeir farnir að sigla sko ég veit ekki alveg hef ekki fengið upp úr kollónu sko hvenær þeir fóru að sigla í suðaustur Benni fór fljótlega bara fóru bara í áttina heim nei, í suðaustur bara alltaf komast í hlýrri sjó komast í Golfstrauminn sko Benni sko hann sló strax undan þegar hann hífið því undan veðrinu sko veðri var norðvestan en það eru heilmikla sögur af því sko þegar þeir voru að reyna að snúa sko það gekk ekki anskotalaust sko nei bara komast á lens það var bara daginn sko byrja ekki að halda upp í sko en það voru bara Þorkell Máni sko Þorkell Máni og Marsinn sem að héldu upp í sko þeir hafa náð því þeir náðu því sko Marsinn var nýkominn sko þannig að hann var ekki hlaðinn og þeir gátu hleypt öllum ísnunir á steysin til að auka stöðuleikan og höfðu fríborð sko en það var erfiðar með mánuð því að hafa full hlaðinn sko
Já. En svo þarna í eftirmiddaginn þá fara þeir að halda heim á leið, sko. Og svo klokkan 10 kvöldi þá sendi Benni skeyti til bæjarútgerðarinnar og biður að segir að Júlí sé týndur. Já. Og biður að sé leitað á hann með lofti því að það sé svo slæmt veður það sé ekki þetta að leita á hann með sjó. Þetta sem sagt 9. Sko, þarna var ekkert komið símasamband við Ameríku. Nei. Það var skeytasamband í gegnum London og þaðan til New York og svo var flugið. Það var stuttbylgjusamband á Mossi frá Gufunesi til Gander og ég held að upplýsingarnar hafi farið þá leiðina. Já. Og það hefur farið sem sagt flugstjórnum. Og var þá farið á stað að leita með flugi? Já, sko, beiðni kemur aðfaranótt 10. Já. Og hún fer inn í flugbjörgunar sveitina eða björgunar flugsveit kanadíska hersins sem flugsveit nummer 107 sem í Torbay sem flugvöllurinn við St. John's. Já. Og þeir hafa samband við Ameríkanana og þann 10. þá eru þeir að tala sér saman Torbay, Ameríkanar í Gander, Ameríkanar í Argentia, Ameríkanar upp í Goose Bay og Labrador og í Greenwood söður á Nova Scotia. Já. Þeir fá semst flugvélar frá 5 flugvöllum. Til að fara á stað. Já, til að fara á stað. Og þetta alveg svakalegt verkefni. Já, en þetta var framkvæmt. Þetta var framkvæmt og það var greinilega allt gert sem ég mannlegu valdi stór. Til að reyna að finna þá. Það eru flogin 22 flug í 160 klukkutíma og það leitað sko leitasvæði sem 53.300 og eitthvað fer sjómílur. Og ef við tekur kvaradrótina því sko, þá var þetta kassi sem 230 mílur. Já. Og þú getur tróðið Íslandi inn í það. Já, heldur betur. Já. En þetta hefur verið, rosaleg áföll fyrir, náttúrulega íslensku þjóðina og bara sjófarendur á öllu svæðinu. Danina, grænlendingana og Danina og svo og Kanadamennina sko og Kanadamennina 9. aðfaranótt 9. þá á kanadíski togurinn eða hann frá Grand Bank sem stóru bakkar, það er þorp þarna á Búrinskagan á söður Nýfundalandi. Þetta svona lítill norðursjótóri, tjallatóri. Keyptu 2 þarna og hann 90 mílur suðvestur af Cape Race og hann kallar í annan tógar sem Triton og segist þurfa að slá af til að senda menn og dekk til að bera ís. Það 9. Hann búin að hafa 2 sólhringa verinu. Og svo líður korter, þá kallar hann Mayday, komin á hliðina. Svo heyrist ekki meir. Og það leitað á honum sko 9., 10. og 11. Og það fundist ekkert annað en lestaborð og Doria, björgunarbátur. Svo fer annar kanadísku togari, Cape Dauphin, hann fer suðaustur af Nova Scotia, eða út á Halifax. Og hvað voru þetta þá eiginlega margir sem létu lífið í þessu áfalli, þessu Nýfundnalandsveðri? Nýfundnalandsveðrið eru 30 menn á júlí og það eru 46 menn sem fara í Nýfundnalandsveðrinu. En ég veit ekki, svo voru 39 á júlí. 30, það voru 30 á júlí. 30. Og 16 á Blue Wave, þessum kanadíska. Svo var spænsk flutningaskip sem heit Melania. Það fer þarna austar í hafinu, ég veit ekki alveg hvar. Nei.
og það var bandarist strandgæsluskip sem var sendt til hans og ég grói ekkert eftir því sko. Nei. En þú hefur skoðað þessa atburði dálítið gaumgæfilega og kynntir þetta vel. Já, ég var svo heppinn sko að Guðni Tólasíus, hann hefur mikið áhuga á þessu sko. Kallaði mig nú á fund út á Bessastæði til þess að ræða þetta. Já. Og hann ætlaði að hjálpa mér að komast inn í skjalasafni á kanadíska hernum, það tókst nú ekki fyrstu atriðinu sko, en svo komst ég inn í skjalasafni og gat borið kveðju frá forseta. Já. Þá fékk ég bara allar skýrslur. Guðni náttúrulega að hluta til afans var náttúrulega skipstjóri. Heldur betur tengdur þessu. Og hefur nú fylgst með þessu á þessum tímum. Hann mótaður að þessu. Já, og flestir þeirra tímamenn sem voru uppi á þessum tíma voru mótaðir af þessu og bara raunverulega öll þjóðin að stórun hluta. Öll þjóðin að þessum tíma. Hvort sem þú tala halaveðrið eða nýfundlandsveðrið, að þá hafði þetta gríðalega áhrif á samfélagið hérna. Heldur betur. Ég maður bara sjálfur, sko, ég kom ekkert nálægt þessu, var 10 ára gutti í Vestur-Jólasík. Nei. En maður man bara, sko, þetta eftir umræðinni. Já. Og biðin eftir fréttum, sko. Já. En sko, ef við klárum þetta með júlí, sko, það leitað að honum 11., 12., 13., 14., 15. í skýta veðri allan tíman. Já. Og éljagangi og óþöra. Og ómögulegu flugveðri, sko. En þeir gera allt sem við geta. Svo 16. þá brestur aftur á snarvillstöður. Og þá náður ekki eins og vélunum út úr flugskjölunum fyrir snjó. Já. Fyrir svo utan það var náttúrulega ekkert veður til þess að fljúga. En þá hermóður staddur í Vestmannaeyjum búin að vera í hálfa mánuð í bátagæslu. Já. Bátagæslu, landhelgisgæslu, vörnum. Sko, ekki löggæslu. Nei. Heldur, þeir fóru, ég maður þetta sjálfur, því að litli óðin 80 tónn trebáturinn, hann var í bátagæslu heim í Ólafsvík, fór út með bátunum á mótana og kom inn með á kvöldin. Já. Þetta var bara öryggisgæsla bátunum. Já. Hann var búin að vera hann í hálfa mánuð og það var búin að bræla í viku. Þeir eru búin með túrin og þeir fara á stað 17. febrúar. Til Reykjavíkur. Vatnajökull lestaði í Vestmannaeyjum og hann fer einhverjum dögum fyrr til Ameríku. En það er leki á skuddpípunni. Þannig að þeir eyða tunna olíu og sólring í skuddpípuolíu. Já. Þannig að hann kemur aftur inn til Eyja til að reyna að fá gert í skuddpípuna. Já. Og það er gert við þetta og hann fer á stað aftur. Og ennþá leggur. Og þá er ákveðið að hann fari til Reykjavíkur í slip. Og hann er við Reykjanesið á miðnætti sem sagt 17. 18. febrúar. Já. Hann hafði heyrt að hermóður. Hann heyrt neyðakall. Nei. Hann hafði heyrt að hermóður, lofskettumæður trúlega heyrt að hermóður hringdi, skipstjórinn Ólafur, skipstjóra hermóður, hringdi í Pétur Sigurðsson, forstjóri landhelgisgæslunnar. Klukkan 10 kvöldið. Og þá var hann út á Grindavík. Já. Og það er ekkert sagt neitt freka frá því, sko, frá því samtalið. Það er bara að vita að hann var þar, sko, á Vesturleið. En mér minnir að konan hans Boga hafi verið systir Guðna Tólasíus. Já. Hann hefur tengst þessu meira. Hann hefur tengst þessu meira, hann Bogi Ólafsson sem var skipstjóri Vatnajökli. Já. Og hann lýsir svo þannig að mjög góð grein eftir hann sem hann skrifaði í Sjómannablaði Víking. Það sem hann skrifa bara náttúrulega upp í leðubókinni. Og hann lýsir í þannig sko að hann var út á brúaveng alla siglinguna frá Reykjanes og fyrir Garðskaga. Út á bakvarsbrúvagninu og hann fylgdist með sjóunum. Já, á Vatnajökli. Á Vatnajökli, já. Sko, það er eina sem maður hefur þessa siglingu, það er Vatnajökulsiglingin, sko. Já. Og
maður veit hvar flakið af honum Já, núna. Út á stafnisinn. Út á stafnisinn, já. Sko, en það var það mikill sjó, sko. Hann þetta dæla olíu í sjóin alla leiðina. Já. Og hann var með stýrimannin og telegrafinu og hásetastýrinu og losketamann eru greinlega verið uppi. Það alveg greinilegt á lýsingunni, sko. Það hafa allir haft vara á sér borði Vatnajökli á þessari siglingu. Já. Þegar hann kom fyrir Garðskaga klukkan 3 nóttina að þá lætur hann kalla í Hermóð og hann sambandi við hann og þá hann vestur á kallinu. Já, bara í röstinni. Bara í röstinni, sko. Það síðast sem heyrst í hann. Í aftakaveðri. Já. Aftaka suðvestanveðri. Já. Það ekki að lýsa fyrir þér aðstöðinni. Það versta veðrið sem þú ert í vestanátt og suðvestanátt í röstinni. Og vond siglingaleið og oft í suðvestan og vestanátt bara röstin hreinlega lokuð. Það ekki hægt að fara í gegnum hana. Hann sagði ég man ekki alveg að segja frá því, sko, en það akkurat þetta sem að kemur frá Boga og röstin ófær. Já, það var ég man eftir því að hafa komið að röstinni og þorði ekki gegnum hana. Nei. Við verðum bara að bíða á Sandvíkinni. Var þá að suðufallega? Ég man ekki hvort fallið var. Það bara braut yfir alla röstina. Já. Það var bara ekki glóra í því að reyna að fara í gegnum hana. Og maður bara sleppti því. Já. Þarna höfum náttúrulega lýsingu, sko, frá manni til mann, sko, en við erum ekki með þetta. Já. Nei, þú veist þetta, sko. En Egill, ég bara þakkaði vel fyrir þetta spjall og ég vona að einhverjir verði einhvers fróðari þetta, hvernig þetta hefur gengið fyrir sig og við hvaða aðstæður menn hafa búið og séu einhverju nær. Og ég bara, áður en að ég loka fyrir spjallið okkar, þá ætla ég bara að hvetja hlustendur samstöðarinnar til þess að leggja samstöðinni stuðning og gerast áskrifundur og styðja við bakið á samstöðinni. Hún á það svo sannarlega skilið. Ég þakka fyrir mig.